Komið sæl, í þessu myndbandi ætlum við að fjalla skilyrt líkindi. En það eru þá í raun líkur á einhverjum atburði með því skilyrði að annar atburður hafi átt sér stað einnig. Það er að segja, við búum yfir einhverjum upplýsingum aukalega og getum byggt okkar útreikninga eða líkur á einhverjum atburði á því sem við vitum. Og ég ætla að taka dæmi mjög einfalt dæmi sem að hreinlega hægt að sjá bara líkurnar út nánast myndrænt en síðan ætla ég að sýna ykkur skilgreiningu á skilyrtum líkindum og að lokum taka þyngra dæmi þar sem við hreinlega þurfum að nota skilgreininguna. En tökum þetta dæmi þar sem við erum með bekk, 16 manna bekk, það eru 7 drengir og 9 stúlkur í bekknum. 5 drengjana nota gleraugu en aðeins 3 stúlknana. Þannig að við getum sýnt þetta myndrænt með þessum hætti. Hringurinn það er þá mengi þeirra sem nota gleraugu. Það voru 5 drengir og 3 stúlkur. Þannig að allt sem er vinstra megin við skálínuna skástriki, það eru drengir. Þeir eru samtals 7, 5 þeirra nota gleraugu. Það sem er hægra megin, það eru stúlkurnar. Það eru samtals 9, 3 þeirra nota gleraugu og 6 ekki. Og við ætlum að finna líkindin fyrir því að nemandi sem valinn er af handahófi úr þessum bekk sé drengur eða noti gleraugu eða sé drengur ef vitað er að nemandi sem valinn var noti gleraugu og D-liður að lokum. Við ætlum að finna líkur á því að nemandinn sem valinn er noti gleraugu ef vitað er að hann er stúlka. Ok, og þetta er tiltölulega einfalt myndrænt að þetta er svo þægilegt dæmi. A-liður var að finna líkindi fyrir því að nemandinn valinn af handahófi væri drengur. Ok, og við sjáum það að líkurnar það eru 7 drengir af 16 nemendum. Þannig að við getum táknað þetta svona P af D, það er að segja líkunar á atburðinum D, þó ég hef ekki tekið fram í þessu dæmi fyrir hvað hann stendur, þá er það eiginlega augljóst D fyrir drengur, líkunar á því að drengur verði fyrir valinu 7/16, nokkuð augljóst. B-liður, þar voru að reikna líkindi fyrir því að nemandi valinn af handahófi noti gleraugu. Nú við sjáum það og getum táknað það með P af G, líkunar á því að nemandi noti gleraugu, G fyrir gleraugu. Og það eru augljóslega 8 nemendur sem nota gleraugu af 16. Þannig að það hljóta að vera helmingslíkur á því að nemandi valinn af handahófi noti gleraugu. Reynum að muna þessar tölur. 7, 16, þessi drengur, helmingslíkur á að noti eða nemandi valinn af handahófi noti gleraugu. En svo komum við að C-lið og þar var spurt, eða þar eru við beðnum að reikna líkindin á því að nemandi valinn af handahófi sé drengur ef vitað er að hann noti gleraugu. Það er að segja, hér búum við einhverjum upplýsingum aukalega. Áðan sagði ég að líkunar á því að drengur yrði valinn, það verður 7/16. Við skulum sjá hvað gerist hér ef við vitum að nemandi sem valinn notar gleraugu. Og við táknum það með þessum hætti. Við táknum það svona áður, bara P af D, en núna skrifum við P af D og svo lóðrétt strik og G. Og þetta lesum við líkunar á að nemandinn sem valinn sér drengur, gefið að hann noti gleraugu. Lóðrétta strikið stendur þá fyrir að það sem á eftir við kemur sé vitað. Ok, við vitum sem sagt að nemandinn nota gleraugu og reiknum þá líkunar á að sé drengur. P af D gefið G. Nú, fyrst að við vitum það gefið að nemandi nota gleraugu, þá veit ég að ég er með þetta litla hlutmengi. Ég er með einhvern af þessum 8 nemendum. Ok, líkunar á þessi drengur, já það eru 5/8. Áðan voru það 7 af 16, en núna bý ég yfir frekari upplýsingum. Ég veit að nemandi sem valinn var drengur. Aha, þá get ég nýtt mér það til þess að reikna líkunar. Og D-liður, þar voru að reikna líkur á því að nemandi sem valinn noti gleraugu ef vitað er að þessi stúlka sem var fyrir valinu.
Ok, þannig að ég veit að ég er með þennan hluta bekkjarins, þar sem ég er með stúlkunar. Ég veit að ég fekk stúlku, þannig að það er einn af þessum 9 nemendum og ég er að reikna líkur á því að nemandi noti gleraugu, þar sé að líkur á að noti gleraugu gefið að stúlka verður fyrir valinu. Já, það er þá bara 3 stúlkur af 9. Ok, þetta sjáum við út myndrænt hérna í þessu dæmi. Frekar auðvelt, en nú ætla ég að sýna ykkur skilgreininguna á skilyrtum líkindum og sjá hvernig við hefum getað reikna nákvæmlega þessar sömu stærðir með því að nota skilgreininguna og svo tökum við snúnara dæmi. Já, 3/9, það er 1/3, best að hafa það með þannig fullstitt. Svona. Ok, mat okkar, eða útreikningar okkar á líkum, byggir á þeim upplýsingum sem við búum yfir aukalega, getum við sagt. Ef reikna á líkur á tilteknum atburði, til dæmis atburðunum B, en við búum yfir upplýsingum að atburður H hafi átt sér stað, þá getum við gert það með því að nota þessa formúlu. Við táknum það svona: líkurnar á atburði B gefið að H gerist, það er skilgreint sem líkurnar á B snið H deilt með líkurnar á H. Með öðrum orðum, þetta eru þá líkurnar á því að báðir atburðir gerast, B snið H, það er að báðir eigi sér stað, og deilum síðan með líkurnar á því að H eigi sér stað. Nú, hér augljóslega verða líkurnar á H, þær með ekki vera 0, af því að við megum ekki deila með 0. Ok, þetta er skilgreiningin, þetta er mjög mikilvæg formúla. Takk eftir því fyrir ofanstrik, þá skiptir röðin í sjálfu sér ekki máli hvort ég skrifa B snið H eða H snið B, en það er mjög mikilvægt að það sem er undirstriki hérna, P af H, hér verður atburðurinn sem gefin er að vera. Hér var H gefið af því að það er aftan við lóðréttastrikið, þannig að hér þarf þá H að koma undirstriki. Ok, þetta lesum við sem sagt líkurnar á B gefið H. Tökum sama dæmi aftur, nema nú ætla ég að nota skilgreininguna. Þannig að við vorum með bekk, 16 manna bekk, 7 drengi, 9 stúlkur, 5 drengina að nota gleraugu, 3 stúlkana að nota gleraugu. Við ætlum að finna líkindi fyrir því að nemandi valinn af handahófi sé A. drengur, B. noti gleraugu, C-liður, C. drengur ef vitað er að noti gleraugu, og D-liður noti gleraugu ef vitað er að hann sé stúlka. Ok, það er ekki fyrir í C og D-lið sem eitthvað er gefið, þannig að það er ekki fyrir þar sem við þurfum að nota skilgreininguna. Líkurnar á drengur verði fyrir valinu, það var 7/16, er það ekki 7 drengir af 16 nemendum. Líkur á að nemandi sem nota gleraugu verði fyrir valinu, það eru 8 sem nota gleraugu af 16. Ok, þannig að það var auðvelt. En nú komum við að notkun hérna skilgreiningarinnar. Reiknum líkurnar á að þetta sé drengur, gefið að noti gleraugu. Ok, samkvæmt skilgreiningunni, það er þá líkurnar á að sé drengur og notar gleraugu, deilt með líkurnar á nemandi noti gleraugu. Ok, hvað eru margir nemendur sem eru drengir og nota gleraugu? Jú, það er 5, við sjáum það hérna. 5 af 16 í heildina, þannig að fyrir ofanstrik fáum við 5/16. Fyrir neðanstrik, líkurnar á nemandinn sem valinn er noti gleraugu, það voru 8/16. Þetta gefur okkur 5/8. Nákvæmlega eins og áðan. Og D-liður, prófum að nota skilgreininguna þar, líkur á að nemandi noti gleraugu ef gefið er að það er stúlka sem var fyrir valinu. Samkvæmt skilgreiningunni, þá er það P af G snið S, deilt með P af S, sem sagt líkurnar á því að ég sé með einhvern sem notar gleraugu og að það sé stúlka. Hvað voru margir svoleiðisnemendur? Jú, það eru 3 stúlkur sem nota gleraugu. Ok, líkurnar á að eina af þeim verði fyrir valinu eru þá 3 á móti 16. Og deila með líkurnar á því að stúlka verði fyrir valinu. Jú, það eru 9 á móti 16 að stúlka verði fyrir valinu. Og þetta gefur 1/3.
Þannig að ég fæ nákvæmlega sömu niðurstöður á áðan, en aftur þetta var mjög einfalt dæmi þar sem við sjáum þetta út hreinlega myndrænt, en þannig það ekki alltaf. Kíkjum hérna að lokum á dæmi þar sem að þetta ekki svona einfalt að við eigum erfitt með að sjá þetta fyrir okkur myndrænt. Við skulum búa til, þetta náttúrulega tilbúið dæmi, ekkert, þessar tölur ekkert við rök að styðjast í raunheimum, en gefum okkur 2 flugfélög. Flugfélagið WOW er með 42% markaðshlutdeildar. Það að segja, flugfélagið WOW á 42% allra flugferða, en ICE er 58% allra flugferða, íslenskra flugfélaga. Ok, WOW eru nokkuð stundvísir, og við ætlum að gefa okkur að þeir að flug standast áætlun þar í 92% allra tilfella, en hjá ICE aðeins í 76% tilfella. Ok, og nú ein flugferð valin að handahói hjá þessum 2 flugfélögum, og við ætlum að finna líkunar á því að flugið sé á áætlun, annars vegar, og hins vegar ætlum við að finna líkur á því að flugið sem við veljum okkur sé frá WOW ef gefið að það ekki á áætlun. Þannig að þarna búum við einhverjum frekari upplýsingur. En byrjum á A-lið. Dálítið snúið dæmi, en þetta bara svo að þið sjáu hvernig þessi skilgreining getur gagnast okkur. Í A-lið viljum að reikna líkur á að flug sé á áætlun. Ég ætla þá að gera það tákna það með þessum hætti, bara P af á fyrir áætlun. Nú, annars vegar getur verið að flug sé á áætlun og það frá WOW eða flugið frá áætlun og það frá ICE. Ok, þannig að ég þarf að leggja þetta tvennt saman, annarkvort það frá WOW og á áætlun eða frá ICE og á áætlun. Líkur að það sé frá áætlun eða á áætlun, og að það frá WOW það þá 92% allra flugferða sinnum 42% hvað var ég að bulla þannig? Já, 92% allra flugferða hjá WOW á áætlun og 42% allra flugferða frá WOW. Þannig að margfeldi þessara tveggja gefur mér þá líkunar að sé á áætlun og frá WOW. Ok, líkur að sé á áætlun og frá ICE það þá 76% að sé á áætlun og 58% að sé frá ICE. Ok, samtals gerir þetta 82,72%. Sem sagt, 82,72% allra flugferða á áætlun. Þetta var A-liður. B-liður. Við ætlum að reikna líkurnar á því að flug sem við veljum á handahói sé frá WOW ef gefið að það ekki á áætlun. Það geti táknað með þessum hætti. Þetta fylli atburðurinn þannig á. Við lesum það ekki á eða ekki á áætlun. Ok, samkvæmt skilgreiningunni sem við vorum að sjá, þá þetta líkurnar á sé frá WOW og ekki á áætlun, táknaði það svona með sniðmenginu þannig, deilt með líkurnar á sé ekki á áætlun. Ok, þetta segir skilgreiningin okkur. Þannig að líkurnar á því að það sé frá WOW og ekki á áætlun, það þá 0,42 sinnum 0,08, af því að það 42% líkur að það sé frá WOW en 8% líkur að það sé ekki á áætlun, af því að 92% allra flugferða frá WOW á áætlun, þá hljóta 8% að vera ekki á áætlun. Þannig að teljarinn kom inn, en nefnarinn líkur á að flug sé ekki á áætlun. Ég hef þær upplýsingar hvergi, en ég veit, samkvæmt lögmálunum fyllilíkindin, að líkur á ekki á það sama og 1 mínus líkunar á. Skulum bæta komminu hérna við svona. Ok, en ég búin að reikna þetta. Ok, teljarinn hérna 0,0336, nefnarinn verður þá 1 mínus 0,8272. Það það sem við reiknum þannig alið.
Og þetta gefur okkur 7/37 eða með smá námundu 0,194444. Það alveg nóg að hafa hafa 4 markverða stafi eða 3 jafnvel eða eitthvað. Þannig að þetta eru cirka 19,4% eða 19,44%. En vonandi náði að fylgja mér þarna, þetta hafi verið algjör munnræpa þarna hjá mér og eitthvað mismælt mig. En við látum táknmálið dálítið hjálpa okkur. Ef að mér tekst að skrifa verkefnið með þessum hætti, líkur á þessu, gefið þetta og svo bara nota skilgreininguna. Fyrir neðanstrik á þá að koma það sem fyrir aftan lóðréttastriki hér ekki á, þá að vera ekki á undir, en svo sniðmengi beggja atburðina fyrir ofanstrik. Þannig að táknmálið ætti að hjálpa okkur. Heyriði, látum þetta gott heita skilyrt líkindi í bili að minnsta kosti.